Spurning mín í Jóbsbók, kafla 4. Við sjáum þar að synir Guðs koma fram, en einnig hinn illi. En það sem veldur mestum áhyggjum í þessari frásögn að Elífas gerir sér ekki grein fyrir því hann skilur að Guð sýni mönnum hluti í sínum og draumum og hann telur sig vera að sjá slíkt. En lítið á hvað hann sjálfur segir. Og vindgustur straukst fram hjá andliti mínu, hárin risu á líkama mínum. Þarna stóð það, útlitið þekkti ég ekki, einhver mynd fyrir augum mínum. Hér sjáum við að Elífas áttar sig ekki á því að djöfullinn að nota hann og að hann að segja frá því sem kom fyrir þá. Hann segir, maðurinn réttlátur fyrir Guði, nokkur mannkinn hrein fyrir skapara sínum. Sjá, þjónum sínum treystir hann ekki og hjá englum sínum finnur hann galla, þar talað Guð. Við sjáum hér tvö mikilvæg atriði. Við sjáum að djöfullinn vekur upp efasemdir og sáir tortryggni. Við sjáum að það sem þar sagt sannleikur. Við sjáum að það sem þar stendur satt, en það var ekki sagt af Guði, heldur af djöflinum, af anda, þeirri vofu sem var að ofsækja Elífas og sagðist hafa opinberað honum þetta. Því hann var á móti Jób og var að segja honum að hann hefði syndgað, framið alvarlegt brot, og þess vegna væri Guð að refsa honum og hann lægi þar í sjúkdómi. Hann segir frá reynslu þar sem hann var fæddur og angistafullur, því það var illur andi sem talaði við hann. Djöfullinn notaði vini Jóbs til að blekkja hann. Að blekkja hann fólst í því að segja honum staðreyndir, sannleika, því djöfullinn þekkir kenninguna, djöfullinn þekkir sannleikan. Sá sem hann vill blekkja fær einn sannleika og 9 lygar, og með þessum eina sannleika getur manneskja fallið í gildru óvinarins, því hún segir. En hann sagði mér satt, hann sagði eitthvað sem ég hugsaði, eitthvað sem ég gerði í gær, þar byrja blekkingin, þar sem djöfullinn blekkir manneskina. Þannig notaði djöfullinn Elífas til að blekkja Jób, því þegar Jób heyrði hann hefði hann getað hugsað. Nei, vinur minn hefur rétt fyrir sér. Hann hefur rétt fyrir sér þegar hann segir að maðurinn sé ekki réttlátari en Guð, að Guð einn viti allt, sé hinn máttugusti og geti allt, þetta var aðferð vina Jóbs. Þess vegna finnum við í lok bókar Jóbs í 40. Kafla, hið sanna svar. Þar sem Guð ávítaði Jób fyrir að gefa vinum sínum gaum og hlusta á þá. Hann sagði honum að vera staðfastur, hafa sannfæringu og öryggi, að hlusta ekki á öll þessi rök og heimspekilegu vangaveltur vina hans, því það gagnaðist engu. Drottinn var ákveðinn og ávítaði Jób í þessu. Hann spurði hvers vegna hann hefði ekki haldið áfram að vera staðfastur eins og hann hefði verið, hvers vegna hann hefði farið að trúa vinum sínum. Bók Jóbs í raun kennsla. Hún eitthvað sem Guð leyfði að gerast, með þessum persónum og þessari sögu, því hið sama gerist í dag hjá okkur. Í dag eru margar mannlegar heimspekikenningar. Margir vilja láta aðra trúa á skakkan veg og djöfullinn þar tilbúin að blekkja fólk, eyðileggja það og láta það snúa aftur, að það víki af hinum rétta vegi eða trúi ekki sannleika Guðs. Djöfullinn tilbúin að blekkja. Þess vegna, þegar við þekkjum Guð, eigum við að lesa Biblíuna mikið og biðja Guð að varðveita okkur og vernda gegn öfund djöfulsins, svo hann dragi okkur ekki út úr kirkju hans, svo hann beigi ekki vegi okkar né ræni okkur blessunum Drottins. Bók Jóbs mikill lærdómur fyrir líf okkar í dag.